Michael Tonet var frumkvöðull og stofnandi fyrirtækisins Tonet, en hann var menntaður smiður. Fljótlega eftir hann lauk námi sínu stofnaði hann sína eigin viðarverksmiðju árið 1819 í Poppart, Þýskalandi. Með tímanum hafa verk hans orðið þekkt fyrir gæði og fallega hönnun. Hann sjálfur frægastur fyrir hönnun sína á stól nr. 14, en þann stól teiknaði hann og hannaði í Vín árið 1859 og þess vegna hefur stólinn fengið viðurnefnið Vínarstóllinn. Tonet var frumkvöðull í mörgu, jafnt sem hugsun og notkun efnis frá alls konar við til málma. En stóll nr. 14 allur í bogum þrátt fyrir að vera úr gegnheilum og massífum við, en hægt var að setja hann saman á mjög auðveldan hátt. Tonet reyndi ekki að fela framleiðsluaðferðir iðnaðarins heldur gerði þær að lögmáli formsköpunarinnar, svo skrúfurnar voru til dæmis ekki faldar. Húsgögnin hans voru ekki eins og þungu húsgögn endurreisnartímans, heldur voru þau látlaus, ódýr og hagnýt. Ein af ástæðum fyrir velgengni húsgagnanna var að hægt var að taka þau í sundur og flytja í umfangslitlum pakningum. Þegar viðskiptavinur fékk stólinn í hendurnar var hann allur í pörtum sem hann þurfti að setja sjálfur saman, ekki ósvipað og þegar við kaupum okkur IKEA-hillu eða rúm. Tonet stóllinn nr. 14 án efa klassískt tákn fyrir hönnun. Árið 1930 var búið að framleiða 50 milljónir eintaka af stólnum allan heim. Á þessum tíma þótti þetta hið ótrúlegasta því falleg hönnun var aðeins aðgengileg fyrir þá sem gátu borgað gríðarlega háar upphæðir og í kjölfar var ekki mikið framboð af hverri vöru. Ein af sérstöðu stólsins og seinna fyrirtækisins var að Tonet gætti mjög af fagurfræði og einfaldleika, jafnt sem praktík. Hann notaði einnig mikið af óvenjulegum aðferðum við að sníða alls konar við og málma í margslungið form og boga sem hefði ekki sést áður í vöruhönnun. En á þessum tíma var iðnvæðing og fjöldaframleiðsla að ryðja sér til rúms og var fagurfræðin hægt og rólega að hverfa á braut. Hann vildi fylgja þessari stefnu að vissu leyti en vildi meina að gæðin þyrfti ekki að minnka samhliða því að fjöldaframleiða og einfalda. Vínarstóllinn var brautryðjandi á þessu sviði og kom Tonet á kortið sem einn fremsti hönnur aldarinnar og enn talinn vera einn svo hæfileikaríkasti sem við þekkjum. Tonet sjálfum var fyrst boðið til Vínar árið 1841 af prins Clemens sem var mikill unandi hönnunar og hafði mikið álit á Tonet. Eftir heimsóknina til Vínar fór hlutirnir hægt og rólega að fara á betri veg þrátt fyrir fjárhagslega erfiðleika fyrirtækisins, en hann seldi fyrirtækið og fluttist með fjölskyldu sinni í kjölfarið til Vínar og hóf störf fyrir hina konunglegu fjölskyldu þar. Árið 1849 opnaði hann ásamt 5 sonum sínum búð í Vín. Tonet synirnir tóku svo við rekstrinum árið 1853 og kallaðist fyrirtækið þá Gebrüder Tonet eða Tonet-bræður. Bræðurnir stofnuðu sína fyrstu verksmiðju árið 1856 í Tékklandi og unnu hjá þeim 70 manns á þeim tíma. Saman byggðu þeir þetta fyrirtæki sem varð og enn má segja eitt af farsælustu hönnunarfyrirtækjum heims. Með komu búðarinnar fór fyrirtækið og Tonet-fjölskyldan á skrið. 5 fleiri verksmiðjur voru svo reistar í Austur-Evrópu og árið 1889 reistu þeir 7. verksmiðjuna í Hassenbæ í Þýskalandi. Eftir fyrri og seinni heimsstyrjöldina var þessi verksmiðja, þar að segja 7. verksmiðjan, svo eina sem varð eftir og þar eru aðalstöðvar fyrirtækisins í dag. Verksmiðjunar í Vestur-Þýskalandi eyðilögðust alveg við seinni heimsstyrjöldina en verksmiðjunar í Austur-Þýskalandi voru þjóðnýttar eftir stríð. Árið 1900 störfuðu alls 600 manns hjá fyrirtækinu og framleiddu 4000 húsgögn daglega með 20 gufuvélum. Tonet hannaði stól nr. 1 og hlaut bronsverðlaun fyrir hann á heimssýningunni í London árinu síðar, eða 1851. Árið 1856 hlaut hann silfurverðlaunin á heimssýningunni í París fyrir enn meiri þróun við vinnslu verka sinna. Í kjölfar þess tókst honum að opna nýja verksmiðju í Kórikani í Móravíu. Tonet og verk hans fengu tugi verðlauna fyrir allt frá hönnun til þróunar og enn lifir fyrirtæki gríðarlega farsælu lífi og verðlaunum fyrir aðeins fjölgandi. Það sem skar Tonet frá öðrum var að hann þorði að fara nýjar leiðir en hélt leið í það sem skipti í raun mestu máli og það notagildi. Hann vildi ekki framleiða eitthvað sem dugði aðeins í 2 til 3 ár og var svo hent á haugana og enginn minntist á aftur. En hann vildi heldur ekki búa eitthvað til sem aðeins þeir ríkustu höfðu efni á.
Hann vildi dreifa fagurfræðinni heiminn til fólksins sem heldur uppi menningunni, millistéttarinnar og öllum þeim sem kunna að meta fallegar mumblur. Þrátt fyrir að aðferðir hans hafi verið sér á báti, þá var hugsunarhátturinn það sem fleytti honum og fyrirtækinu til heimsfrægðar. Þegar Michael Tonet dó árið 1871 hafði fyrirtækið Gebr. Tonet breytt út markað sinn og hafði sölustaði út alla Evrópu, einnig í Chicago og New York. Þeir höfðu einnig opnað sitt fyrsta útlandaútibú í London árið 1862. Í viðskiptalegu tilliti þróaðist Tonet fyrirtæki líkt og önnur fyrirtæki. Því var skipt upp í hlutafélag sem rann síðan saman við keppinaut. Í dag notað framleiðsluhúsnæðið í Frankenberg sem sýningarsalur. Þar sín saga fyrirtækisins og Tonet hönnun. Á þeim tíma sem Tonet dó var fyrirtækið að framleiða 400.000 hluti árlega. Áætlunarverk hans tókst en hann hefur haft áhrif og veitt hundruðum hönnuða og frumkvöðla allan heim kjark til að fara ótroðnar slóðir við það sem þeir iðka, svo lengi sem það sé jafnvægi í því. Sum módel urðu að táknum í hönnunarsögu, til dæmis ruggustóllinn nr. 1 frá 1860, velheppnuðu módelin nr. 18 og nr. 56, seinna á 19. öldinni. 1900 kom elegant stóllinn nr. 209 með sveigðu örmunum sem Le Corbusier dáðist að. Og árið 1904 kom Art Nouveau hægindastóllinn nr. 247 eftir Otto Wegner og svo auðvitað fleiri. Hægt að sjá margar útgáfur á stól nr. 14 eftir Tonet frá öðrum hönnuðum sem hafa augljóslega orðið fyrir áhrifum hans, eins og óskabeinstóllinn eftir Hans Wegner, Chair for the Café Museum eftir Adolf Loos frá Vín og margir fleiri. En af hverju þessi hönnun svona gífurlega vinsæl og ódauðleg? Við höfum spurt okkur sjálf að því og komist að því að stóllinn svo stílhreinn og nýtilegur. Hann tímalaus og klassískur í hönnun. Í dag stóllinn 157 ára og heldur enn sínum gildum í heimi hönnunar.